Það búið að loka hörðunum og það brasi sem ég heyri. Okay. Þá bara byrjum við. Góðan daginn, ég heiti Freyja Hlíðqvist og fyrir hönd Þjóðminjasafns Íslands þá býð ég ykkur öll velkomin hingað. Á þessa dagskrá í tilefni þessa í dag eru 150 ár liðin frá því að Sigurður Guðmundsson, málari lést, sá stórmerki maður. Nú hér á eftir verður farið yfir ýmislegt í störfum hans og ævi, en fyrst langar mig að segja örfá orð það hver Sigurður hér í safninu í dag. Já, í hugum gamalla Þjóðminjasafnshunda eins og ég Nú þáttur hans í tilurð Þjóðminjasafnsins svo stór að hann braut ísinn eins og Þór Magnússon fyrir þjóðminjavörður komst eitt sinna á orði að án hans væri að líkindum ekki til gamlir Þjóðminjasafnshundar eins og ég með svokallað siggablæti sem tiltölulega algengur kvilli meðal eldri kollega minna. Og til að súmmera þetta upp strax í byrjun þá Siggi Gúmm, eins og hann alltaf kallaður hér innan hús, súperstjarna. Og því að heyri strax þetta verður semst lofræða. Þegar ég hóf störf hérna í safninu skömmu fyrir síðustu aldamót, þá hafði ég satt best að segja litla hugmynd hver Sigurður Guðmundsson málari var. Ég hafði reyndar heyrt hans getið nokkrum sinnum. Það breyttist þó fljótt. Því hann í raun undir, yfir og allt umkring í starfinu enn þann dag í dag. Og þarna þessi vel þekkta ljósmynd af Sigga í skikkjunni og bara svona smá til gamans að þið komið hingað á kvöldu í salina á köldum vetradegi þá sjáið þið starfsfólkið jafnvel með svona slár yfir sér. Ég veit ekki alveg hvort að Steinunn Sigurðardóttir sem hannaði þetta hefur alveg gert það einu. Ég vil trúa því að Siggi hafi haft eitthvað með þetta að gera. Nú hann Siggi, hann í raun samstarfsmaður okkar sem hér störfum. Og ég leyfi mér að fullyrða að vart líði sá vinnudagur að við leitum ekki með einum eða öðrum hætti, meðvitað eða ómeðvitað, í visku hans og þekkingu, rannsóknir og skrif. Hjá því verður einfaldlega ekki komist. Nú hann Siggi kom nánast allstaðar við. Fátt var honum óviðkomandi og afköstin voru ótrúleg. Hann því eilíf uppspretta, en hann kafaði ekki bara víða, heldur líka djúpt. Og þráttur að hafa dáið ungur, einungis 41 árs gamall, eru gögn sem eftir hann liggja en uppspretta til nokkurra starfsævilangra rannsókna. Og það þrátt fyrir að mörg hafi í gegnum tíðina nýtt það sem eftir hann liggur til fjölbreytilegra rannsókna og skrifa. Nú og jafnvel þó Siggi hafi sjálftan farið örlítið fram úr sér, til dæmis varðandi húsakynni og klæðnað í fornöld, þetta var vitaskuld fyrir tíma fornleifarannsókna á Íslandi, þá staðreyndin sú að í langflestu þá skaraði hann fram úr. Hann var frábær fræðimaður og þráttur að það sé eiginlega orðin of tuggin tugga, þá var hann einfaldlega langt á undan sinni samtíð. Það enda vel þekkt að samtíðarfólk Sigurðar leit á hann sem hálfgerðan furðufugl. Hann hlaut litla sem engar þakkir fyrir störf sín meðan hann lifði og hvað þá verðug laun. Og eins og Guðrún Borgfjörð ritaði í minningum sínum, engin sómi var honum sýndur. Það átti verðskuldað og sem betur fer eftir að gerbreytast. Ég hef aldrei orðið vör við annað hér innan safnsins en að gríðarleg virðing sé borin fyrir Sigga, verkum hans, rannsóknum og framlagi til allra þeirra óteljandi málefna varða menningarsögu þjóðarinnar. Eins og ég sagði, hann jú súperstjarna. Svo ætla ég að sýna hérna, þetta eina af uppáhaldsmyndum mínum að Sigga. Þetta við ætlum að trúa því að þetta sé sjálfsmynd frá námsárunum hans í Köpen. Þetta á svona pínlitlu svona nafnspjaldi frá einhverjum silfursmiði eða eitthvað. Og hann þarna í öllu sínu veldi, hann náttúrulega með skikkjuna og hann með gleraugun og hann með skeggið og hattinn. Og svo það sem svo skemmtilegt við þessum, sko Siggi, við teljum þetta sé semst sjálfsmynd, en hann var samt rosalega flinkur að teikna. Þetta bara svona servéttukröft, sko.
að á þessari mynd eru bæði þessi þekktustu svona gælnafnars. Það þarna með svarta pennan Siggi Gúm sem nú eftir ekki hans handskrift og svo það Siggi Sjeni þarna við hliðina á. Siggi gat verið mjög beinskeyttur og kjaftfor ef því var að skipta. Eiginleikar sem ég kann afar vel að meta í fari fólks. Og fólk oft spurt þeirra spurningar að ef það mætti velja einhverja úr mannkynssögunni sem það vildi gjarna hitta og eyða eins og einni kvöldstund með. Án nokkurs vafa yrði Siggi Gúm þar í efstu sætum í mínu vali. Ég myndi að vísu heimta mun lengri tíma heldur en bara eina kvöldstund. Nú svona rétt í lokin þá langar mig aðeins að vitna í 50 ára gömul skrif Þórs Magnússonar frá því þegar þess var minnst að 100 ár voru liðin frá andláti Sigurðar. Mér fannst þið bara að segja svo margt. Og tilvitnun hefst. Allt til dauðadags var hann lífið og sálin í safninu. Helgaði starfskrafta sína og annaðist eins og helgidóm. En Sigurður var ekki aðeins safnmaðurinn sem reynir að draga hluti til safnsins og efla það að fjölda gripa og koma því til mikils vaxtar. Hann var ekki síður vísindamaðurinn sem reynir jafnframt að krefja hvern hlut sagna, grandskoðan og láta hann skýra frá öllu því sem hann getur tjáð menningu liðinna kynslóða. Og þá lýkur tilvitnuninni. Ástríða Sigga Gúm var auðvitað menningararfurinn og það má jafnvel til sannsvegar færa að sú ástríða hans hafa átt sinn þátt í að draga hann til dauða. En þrátt fyrir að í dag séu 150 ár liðin frá andláti Sigurðar Guðmundssonar málara, þá mun hann lifa okkur öll. Og hérna í lokin, þetta svona frekar fáséð mynd. Þetta ljósmynd úr Fox-leiðangrinum svo kallaða 1860 og ég bara sýndi þetta gaman sko. Að hún varðveitt í myndasafni Konunglega landfræðifélagsins í London. Nú Inga Lára Baldvinsdóttir var sem fyrir að garfa í ljósmyndum hér og þar árið 2000 og fann þarna þetta myndasafn og meðal annars var þessi mynd. Þetta enda svona stereoskópmynd en ég svona zoomaði inn á annan helmingarna svo þetta sæðist betur. Og Inga Lára og Æsa Sigurjónsdóttir settu fram þá kenningu að þetta væri mynd af Sigga. Og ég tel bara engan vafa leika á því. Það var engin árið 1860 í Reykjavík svona, þú veist, nema hann. Þannig að ég tel það bara pottþétt og slæti í föstu. Og þetta bara svona, ég var bara að sýna ykkur þetta gamast, því að það er ekkert mjög langur tími síðan ég sá þessa mynd í fyrsta skipti. En þá bara þakka ég fyrir mig og býð hana Kristínu Völu hérna velkomna og hún kynni sig bara sjálf. Takk. Jæja, góðan daginn og gleðilega hátíð. Ég ætla ekki að flytja ykkur ljóð, þó að klæðnaðurinn beri það með sér að ég ætti kannski að gera það, en ég vildi bara bjóða ykkur velkomin. Ég heiti Kristín Vala og ég er formaður Heimilisiðnaðarfélagsins. Árabil þá vorum við með þjóðbúningadag í samstarfi við Þjóðminjasafnið, fyrst hér í Þjóðminjasafninu og svo Safnahúsinu á Hverfisgötu. Síðast héldum við þennan þjóðbúningadag 2019 og svo þurftum við að taka smá pásu í nokkur ár. Þannig að við ætlum að byrja koma þessari hefð aftur á koppinn að halda þjóðbúningadag og það var vel við hæfi að þemað í ár yrði sem sé 150 ára ártíð Sigurðar málara. Ég ætla að fara stuttlega yfir dagskrána hjá okkur í dag. Við erum búin að vera hérna síðan klukkan 10 í morgun. Eins og þið sjáu þá eru hérna margar glæsilega stúlkur bæði á kyrtlum og á skautbúningum. Og þær voru skautaðar hérna í morgun inn í myndasal. En svo ætlum við núna að hlýða á fyrirlesturinn hans Karls Aspelund hann Sigurð. Svo ætlum við að fara og fá leiðsögn hjá Terry grunnsýningu safnsins, þar sem hann ætlar að leiða okkur í gegnum grunnsýninguna með augum Sigurðar. Og svo ætlum við að enda daginn á því að dansa saman. Því að við erum hérna með félaga úr Þjóðdansafélagi Reykjavíkur og þau ætla að kenna okkur sitthvað dansmenningu þessa tíma þegar Sigurður var uppi. En ég ætla þá ekki að hafa fleiri orð þetta, ég ætla bara að biðja Karl að koma. Gjörðu það svo vel. Jæja.
Komið sæl. Smá tæknimál hér áður en að við förum lengra. Skipta tölvu. Nú skulum við sjá hvort þetta gangi ekki. Það einhvers staðar falið í þessu öllu saman að hér skuli vera Sigurður og kannski verið við hæfi birtist nú Sigurður. Gott mál, brandari númer 1 kominn. Nú getum við öll slakað á. En mér langar mikið til fyrst bara að segja að ég alveg óskaplega þakklátur fyrir að fá að vera hér í dag. Og kærar þakkir Kristín og Freyja og Jóhanna og allir sem hafa staðið að þessu, Oddný kærlega fyrir og ég verð að viðurkenna það að ég hef aldrei talað við jafnmargar fjallkonur í einu. Ég er pínlítið hræddur. Þannig að þið verða að fyrirgefa þó að taki mig smá stund að jafna mig hér. Ég hef aldrei séð annan eins glæsilegan hóp af skautuðum konum. En þakka við fyrir að vera hér til þess að minnast Sigurðar. Taka þátt í því vegna þess að ef það eitthvað sem fer í taugarnar á honum Terry, þá það hvað Sigurðar er ekki minnst eins og vera skildi. Og glaður Terry er góður punktur í tilveru allra. Þannig að takk fyrir það. En spurningin í dag, ég gæti farið mjög djúpt og vísindalega hér, ég gæti rýnt í sögu og þeóríur og þjóðfræði og mannfræði og ég gæti þóst talað klassíkisma en Sveinn í afturstu röð og ég þori bara ekki að gera það. Það sem mig langar að gera mig langar bara að tala hver þessi maður var. Mig langar að reyna aðeins að rýna í persónuna með því að líta á æviskeiðin hans, með því að svona hugsa pínlítið hvernig gat þessi strákur úr Skagafirðinum nánast til sjálfsprottin að því virðist orðið að þessu fyrirbæri sem Freyja var að lýsa rétt í þessu. Og mér langar svolítið að byrja á því samt að svona nefna það að það eru komin 50 ár síðan að ég bar út vísi hér í miðbænum og kringum Tjörnina. Og ég fór hérna meðfram Tjörninni og hingaði upp eftir Þjóðminjasafninu og niður Suðurgötuna og upp Túngötuna og síðan heim. Og þegar ég kem hérna í Þjóðminjasafnið, gamla innganginn til að bera út blaðið, þá mætir þessi mynd mér og heilsar mér á hverjum degi. Og ég veit ekkert hver þessi maður hvað hann að hanga hérna í safninu. En hann verður smám saman vingjarnlegt og kunnuglegt andlit sem ég síðan rekst á í bókahillunni hjá afa mínum og átta mig betur á. Ég veit ekki hvort það var öldin sem var eða eitthvað þannig eða hvort hann var með einhverja af þessum bókum sem voru gefnar út upp á 1950. En einhvern veginn átti ég mig á því hver hann var og svo átti ég mig á því hvar hann var grafinn vegna þess að ég gekk yfirleitt inn með hvar kirkjugarðurinn? Hann þarna. Einhvers staðar, það kirkjugarður þarna. Og ég gekk innra með veggnum að það engin hús til að bera út blöði og þetta skildi manni fyrir rokinu sem var að koma upp með Tjörninni. Og þá sá ég grafreitin, ég vissi hvar hann var. Þannig að allt í henni var Siggi var farin að bara svona dóminera blaðarúndin hjá mér. Og og þakka ykkur fyrir þetta var skemmtilegt. Nei, ég var heilmikið eftir að spjalla. En málið það að Sigurður var kunnuglegt andlit og kunnuglegur maður og meira að segja kunnuglegur legsteinn áður en ég vissi í rauninni mjög mikið hann. Og svo verður mér sú lukka, talsveit mikið seinna og ég fékk Sigurðarfluguna, ég fékk Siggið þegar ég fór að kenna búningasögu við skólann fyrir það verið 30 árum og síðan skrifaði ég doktorsritgerð búninga og Sigurð og svo var mér það lán að fá að vinna með Terry og stórum rannsóknarhópi, Sveinn einn af þeim og ef til vill fleiri hérna í herberginu Sveinn
Einarsson hér, þakka fyrir, Sælsveit, gott að sjá þig. Og og fleiri, það voru 13-14 manns og svo hópur af nemendum. Og gátum kafað svolítið djúpt í þetta allt saman. Og úr því var til þessi bók hér sem Terri kom með í dag, Málarinn og menningarsköpun, og vefsíða með alls konar upplýsingum Sigurð, og ég nefni þetta bara svo þið getið grublað í þessu sjálf vegna sem ég ætla ekki að gera það í dag. Mér langar að segja ykkur sögu. Mér langar að segja ykkur sögu af manni sem spratt upp úr Skagafirðinum. Slangraðist til Kaupmannahafnar einhvern veginn. Kom tilbaka og festist og varð að Sigga Séni. Og nú erum við hér. Siggi búinn að vera í gröfinni í 150 ár. Það ennþá nóg að gera, það ennþá nóg að rannsaka. Það eru bréf og teikningar, það eru hlutir út í Kaupmannahöfn, það eru verkefni sem hann vann fyrir Englendinga, það eru dýpri rýni í búningarannsóknir og alls konar hlutir sem mætti skoða, en mig langar að vita hver var þetta. Svo við skulum gera það. Við erum hér til að minnast hans og við skulum kynnast persónunni eða rifja hana upp kannski pínlítið. Hver var þessi maður sem dró okkur öll hingað í dag? En við skulum byrja á einni ráðgátunni sem ég aðeins íjaði aðrétt í þessu. Hvernig gat þessi strákur í Skagafirðinum? 13 ára gamall, 14 ára, jafnvel yngri, var tekið eftir honum. Hann hafði listræna hæfileika. Hann var einhvern veginn orðinn að listamanni í vitund fólks í kringum hann og virðist ekki hafa notið neinnar menntunar eða leiðsagnar. Ég veit ekki hvernig það gerist. Ég veit ekki hvernig það myndi gerast í dag. Hvernig gat það gerst upp úr 1840? Að strákur í Skagafirðinum væri sjálfsprottinn listamaður. Ef við rýnum í það sem var birt hann eftir hann lést, þá eru sögurnar, þær hafi við sér svolítið svona helgiljóma. Að þessi náttúrutalent sem við erum búin að missa eins og gengur þegar snillingar látast, þá allt í einu uppgötu allir hvað þeir voru dásamlegir. Og úr því verða þessar sögur, þessar hagiografíur sem að tilkynna okkur hvað eru stórkostlegt. Og honum lýst með sömu andakt ef þið lásið biblíusögurnar ykkar sem börn, þá ég vissum það við öll gert það. Þið munið kannski söguna af Jesú í musterinu, þegar hann hvarf sem drengur, svo fannst hann í musterinu og allir hlýddu á og undruðust hversu lærður hann var. Já. Það er svona sem Sigga lýst eftir hann deyr, sem dreng. Þessi helgiljómi sem kemur yfir unga drengin. En á sama tíma þá voru líka, það eru bréf, það er hægt að lesa í þessi bréf og það er hægt að lesa milli línana á hlutum. Það var fullt af fólki sem að studda hann, hvatt hann, nöldraði í foreldurum hans og styrkti hann með peningum til utanfár. Þannig að eitthvað var nú þarna, en því miður það vantar upphafið. Nema að við segjum bara að hann hafi hreinlega galdrað sjálfan sig fram. Læt ykkur eiga þessa hugsun augnablik. Gott og vel. Hér nú til dæmis eitt af því sem að Helgesen, góðvinur hans, skrifaði eftir hann dó. Í uppvexti sínum var Sigurður frábitinn hversdags störfum. En brátt fannst það á að hann var skarpur og fyndinn. Tálgaði myndir og las fornsögur. Og ég spyr aftur, hvernig gat það verið að 14 ára drengur, bóndasonur, á bæ sem var nú ekkert sérstaklega vel efnaður, fékk að vera svona fyrir það fyrsta. Þannig að þetta er áskorun til þeirra sem vilja rannsaka það og vilja fara norður og grufla í bréfum. Ég vil fá að vita hvað gerðist þarna. Það pirrar mig.
Það einhver gerði þetta, einhver útvega honum pappír, einhver útvega honum áhöld, einhver leifð honum að fara, og sennilega faðir hans, leifð honum að fara til Hóla, 20-30 kilometra leið á hestbakið, svo hann geti teiknað biskupana háanna tíð. Biskupar. Teiknaðu biskupa, það er góð byrjun. Það er góð byrjun. En það varð úr að hann fór til Kaupmannahafnar. Lærlingurinn var sendur til Köpen og hann komst í húsamálun. Hann var lærlingur hjá meistara sem að kenndi honum þá iðn að mála húsgögn, eða átti að kenna honum þá iðn að mála húsgögn og innviði. En það gekk ekki vel. Það gekk ekki vel og ég get ekki sagt eins vel frá því eins og Sigurður sjálfur. Þannig ég ætla að gera þá skömm að ég ætla að lesa bréfið sem hann skrifaði til föður síns eftir að það allt saman hafði farið í vaskinn. Hefst nú lesturinn. Hér er bréf sem Sigurður skrifar föður sínum 22. maí 1850. Hann er sem sagt búinn að hafa vetursetu í Kaupmannahöfn og nú er sennilega von á vorskipi og bréfið er skrifað. Kaupmannahöfn, þann 22. maí 1850. Elskulegi faðir. Vel að merkja, ég ætla ekki að lesa allt bréfið, þetta eru 5-6 blaðsíður. Margt er í fréttum að segja, en fyrir þá sök að tíminn er naumur og ég verð því að fara fljótt yfir. Margt er að sjá og væri seint að segja frá því öllu og hef ég því ásett mér að segja frá því stærsta af sögu minnar ævi, eins og hún hefur gengið frá því fyrsta og til þess seinasta. Ég kom fyrst til Hafnar þann 20. september 1849. Ég ætla rétt að minna ykkur á að þetta er 16 ára drengur sem er að skrifa þetta. Ég kom til málarameistara Holm og hann sagði mér strax upp alla skilmála. Fyrst að ég vildi vera hjá sér, þá yrði ég að vera í 5 ár. Og gæti ekki lært annað en að mála innan hús og skápa og rúm. Því hann kenndi ekki annað og vildi ekki, þó hann gæti. Og þar að auki yrði ég að leggja mér til öll mér klæði. Mér var seint til svars, sem menn munu gera ráð fyrir. Þar ef ég stór þar einn og kunni ekki að svara fyrir mig orði og urðu það mín úrræði að ég beitti hann að fylgja mér til einhvers Íslendings. Hann sagði sem sagt úrvistinni strax. Fylgdu mér til einhvers Íslendings. 16 ára drengur í Kaupmannahöfn, nýkominn úr Skagafirðinum. Ég sleppi hér dálítið. Hann færðist undan, sagði mér strax að fara að vinna. Ég gerði og svo fór að fylla upp með límrifur og kvisthólur á rúmgöflum eftir hans fyrirskapan og því var ég að í 5 daga. Síðan sprakk allt og til að gera langa sögu stutta þá finnur iðnmeistarinn afsökun til að fleygja drengnum út, sér bólu á höndina á honum og það er lagalegur réttur hans núna að slíta þessu sambandi. Hann er náttúrulega búinn að taka við peningum til þess að hafa drenginn í vist, en nú getur hann hent honum út og hann gerir það. Strákurinn fer til íslenskar þvottakonu og er þar í smá stund og er svo komið fyrir í herbergi með íslenskum námsmanni í miðbæ Kaupmannahafnar og vekur strax eftirtekt. Þannig að nú fara að renna á mig 2 grímur með Skagafjörðinn. Þið afsakið orðbragðið, við erum að tala um Sigga, þannig ég má þetta. Drenghelvítið er séni. Og þessir menntuðu menn, Konráð Gíslason og fleiri, sjá þennan dreng og segja við erum að gera eitthvað við hann strák. Og þeir kom honum í tengsl við hámenntaða elítu listaveraldar Kaupmannahafnar. Hann er kominn í læri hjá heimsfrægum listamönnum.
innan nokkra mánaða frá því að hann segir sig úr límverks prísundinni. Kem betur að því eftir smá stund, en það sem gerist í fljótheitum er að honum er boðið í vist til höggmyndalistamanns að nafni Jerikó og konu hans sem er ekki síður frægur málari. Það koma þarna myndlistarmenn frá akademíunni og bjóða honum kennslu fyrir ekki neitt. Hann fær að vera í tímum og honum er komið inn í skóla. Hann byrjar í þessu sem kallað gifsaskólanum, eins og sagt er. Hann er að teikna eftir höggmyndum og svona læra þessi grundvallar atriði öll. Ef einhver hér inni hefur farið í fornám í myndlistarskóla þá kannist þið við þetta. Þið eruð að teikna kassa og læra perspektíf og svo framvegis. Og á sama tíma þá er hann allt í einu kominn inn í heiminn sem hann vildi vera í. Hóstans. Þá spyr ég aftur, hvernig gat táningur úr Skagafirðinum vitað það að hann vildi vera á myndlistarsöfnum í stórborgum? Hvernig gat hann vitað það þegar hann var hjá iðnmeistaranum fyrstu dagana að hann ætti að vera annar staðar og hann ætti að vera nákvæmlega hér? Seinna í bréfinu er þessi klausa. Ég vona líka að þeir sem þekktu mig áður en ég sigldi hafi mátt leiða sér í huga að ég myndi ekki vilja sigla til að læra að mála innanhús og skápa og vera þræll í 5 ár og sjá ná aldrei bjartan dag eins og þeir eru hérna kennsludrengirnir og fá aldrei að koma á neinn gripasöfn. Sjáðu karakterinn. Freyja? Ha? Já. Asku. Jæja. En allavega, hann er komin þarna inn. Hann er komin inn í akademíska heiminn og fyrir rest þá fer hann upp skalan á nokkrum árum þarna í skólanum og er komin inn í þessa listaakademíu sem er á þessum tíma engin smá akademía. Þarna eru listamenn sem eru klassíkerar alveg upp í rjáfur og nú líti ég á Sveiningu og verð taugaveiklaður aftur. En takið eftir því að direktórarnir þarna í akademíunni, þetta er bara fjölskyldusaga nánast til. Eckersberg, hann bókstaflega býr til þessa gullöld með sögumálverkunum sínum og þeirri svona rómantík sem því fylgir. Næsti sem fylgir og eftir er Thorvaldsen. Klassíker upp að eyrum, plus rómantíkin, plus Róm, plus listamennskan öll sem var Thorvaldsen. Og síðan gengur þetta bara allt saman koll af kolli. Þeir eru nemar hvors annars og Hansen og Thorvaldsen og Eckersberg ganga bara eins og í einhverjum svona kapli. Og síðan, rétt í lokin áður en að Siggi endanlega fer til Íslands, þá er Jerikó að leiða akademíuna. Þannig að rétt þarna 10 árum fyrr er strákurinn úr Skagafirðinum heimagangur, lærlingur hjá tilvonandi direktör akademíunar. Það geti því. Hvað er ég að reyna að segja hérna? Þetta er ekki eðlilegt. Sem segir okkur dálítið, það get ég alveg. Og afsakaðu það, ég skildi ekki hafa áttað mig á því. Þetta er ekki eðlilegt og það er eitthvað að gerast þarna með þennan dreng og ég ætla nú að hætta að röfla þetta áður en ég þreyti ykkur á þessu, en mér langar bara svo til að þetta sé skýrt að Sigurður var algjörlega einstakur og hann var það meðan hann var krakki. Ég er 61 árs, ég má kalla táninga krakka.
Eckersberg, bara svona sem dæmi úr því að tala hann, það er þessi tegund af málverki. Þetta er það sem Siggi á við þegar hann talar það seinna, hann vilji vera sögumálari. En það er bæði sagnfræðilegur málari og eins líka málverk sem segja sögur, genre, myndir. Thorvaldsens safnið hafði opnað árinu áður en að Siggi mætti til Hafnar. Þannig að einhvern veginn vissi hann af því. En Thorvaldsen var náttúrulega ættaður úr Skagafirðinum líka. Ekki satt? Það er eitthvað í vatninu. Þetta ekki. En Siggi fer á kaf. Siggi fer alveg á kaf í þetta. Og það eru þarna 3 filósófíur, getum við sagt, sem að eru vaðandi þarna í akademíunni í Kaupmannahöfn, náttúrulega víðar í Evrópu, en þetta kemur saman þarna í Kaupmannahöfn. Og fyrsta lagi er þarna klassikismi Winkelmanns yfir öllu. Winkelmann sem hafði seint á 18. öldinni skilgreint þetta út frá því að Grikkland væri fyrirmynd allara hluta, Forn-Grikkland, og arkitektúr og höggmyndir og listir allar ætti að snúa sér þangað. Huygen hafði flutt afskaplega merkilegan fyrirlestur og dramatískan einmitt í Kaupmannahöfn, rétt áður en að Siggi kemur þangað, þar sem hann hvetur til þjóðlegrar listastefnu í ekki bara Danmörku, heldur á Norðurlöndum yfirleitt, og að norrænan eigi að vera miðpunkturinn. Og Grundtvig síðan og kemur inn með sinn skandinavisma og klassikisma, en bendir á það, segir Grundtvig, að tími Miðjarðarhafsins sé liðinn. Nú sé stund Norðurlanda runnin upp. Þetta var stemningin í Kaupmannahöfn. Þetta var það sem Siggi var að drekka í sig. Og ekki bara þeoretískt, heldur praktískt. Þetta var kennt og myndirnar sem voru gerðar voru eftir þessum filósófíum. Og ég bara sendi hérna inn, bara rétt svona ganni, bréf frá Magnúsi Stephensen lækni í Kaupmannahöfn seinna, svona rétt til að undirstrika þessa Grundtvig áráttu að Siggi er þegar orðinn frægur fyrir að vera vitlaus eftir gamla Grundtvig. Þannig að þetta er ekki bara tilgáta. Og það er aldrei gaman að því reyndar að sjá hérna, ég verð að passa mig svolítið á útúrdúrum hérna, þetta er svo mikið sem hægt að segja frá, en það er still lítill leikþáttur sem að María Kristjáns fann í Kaupmannahöfn sem hluta af verkefninu okkar, þar sem þeir eru skrifa lítinn leikþátt og Siggi kemur fram í þessum leikþátt og þeir eru gerð svolítið grína á honum fyrir þannig ofsa sem hann hefur. Hann veður þarna inn á svið og segir ekkert að viti, segir bara búningar, spjót, fornöld og svo er það, þú veist. Þannig að þetta segir sitt hver sem maður var og það er tilgangurinn hjá mér í dag. Nú, hann verður síðan að þessum málara og myndasmið eins og má allt í einu lesa utan á bréfi til hans frá frændans sem hafði kallað hann lærling síðast þegar hann skrifaði honum. Svo er hann allt í einu orðinn málari og myndasmiður. Því nú er hann komin í efri deildir akademíunar. Og ætla bara aftur að hnykkja á þessu að þarna eru þessi kennarar hans og leiðbeinendur, þau hjónin, Jens Adolf og Elisabeth, Konstantín Hansen, Fredrik Helsted og Gustav Hetz. Og hann vil sýna ykkur eitt og annað, bara svo þið áttið ykkur á stílnum, stílbræðinu og hvað er að gerast hérna. Jens Adolf Jerikó, hann er höggmyndalistamaður í Thorvaldsens fasanum, alveg. Og þannig að þetta er fyrsta skrefið hjá Sigga inn í listaheim Kaupmannahafnar er hann. Og hún, Elisabeth Jerikó, ekki lítið mögnuð, náttúrulega ekki tala nógu mikið hana að hún er kona, en hún málaði til dæmis móður Danmörku svona, það eru til myndir eftir hana af konum á íslenskum búningum, hvaðan skildi hún hafa fengið þá hugmynd. Hér er til dæmis ein þeirra sem er titluð The Norwegian Widow. En síðan í
dómnum myndina er hún rétt feðruð af búningnum. Þannig að við þurfum að skrifa Breta fjölskyldunni, konungsfjölskyldunni og spyrja þau hvort fjandann þau sé að vilja með þessa norsku konu upp á dekk. En þetta er mynd sem Elisabeth Baumann sýndi í London. Hún hafði farið til London til að gefa Viktoríu drottningu málverk af Danadrottningu og hélt sýningu í London á sama tíma. Þetta er eina myndunum sem var á sýningunni og Viktoría keypti þessa. Ef einhver vill rannsaka, gjörðu svo vel. Ég hefði mjög gaman að því að vita af hverju hún er norsk. Sjáum til, kannski var þetta norsk kona búsett á Íslandi, ég veit það ekki. Konstantín Hansen, sögumálari, romantikер, þarna er hópur af listamönnum á suðurferð, þetta er það sem Sigurð dreymdi að gera. Hann keppti silfurmedaljuna í akademíunni til þess að hann gæti fengið ferðastyrk til að fara til Ítalíu, feta í fótspor Thorvaldsens og fleiri og verða sögumálari kringum Miðjarðarhafið. Hann reyndi það nokkrum sinnum, gekk aldrei. Forlögin ætluðu honum annað. Fredrik Helstedt, aftur þess slags málari sem við sjáum núna, danska gullöldin er hér allt. Helstedt reyndar varð fyrir vest, hann hætti sjálfur að mála og varð teiknikennari og hann kendi einmitt Sigga fyrstu árin. Og annar arkitekt þarna, Hedge, ef þið hafi komið í þess að nú man ég ekki hvað kirkjan heitir, ef einhver getur en hún er þarna í Kaupmannahöfn. En þarna er annar arkitekt og sem minnir mig á það að skólunin sem Siggi fékk, þetta var ekki eins og listaskóli kannski alveg í dag. Hann var ekki í málaradeild eða teiknideild. Þeir lærðu arkitektúrskreytingar. Þeir lærðu byggingalist og sögu og búninga og alla þessa hluti til þess að geta skutlað þeim inn í svona málverk. Þú varst að vita hvernig þetta ætti að líta út ef þú ætlaðir að mála grískar fornhetjur eða eitthvað annað. Þannig að Siggi allt í einu var orðinn að sagnfræðingi upp að ákveðnu marki. Og úr því hann gæti ekki farið til Ítalíu þá fór hann til Íslands. Það var Ítalían hans þegar hann ekki fékk silfurmedaljur. Og hann kom í 2 ferðir. Eða 1,5 kannski. Og í fyrstu ferðinni þá rann upp fyrir honum pínlítið óþægilegt ljós sem var til þess að hann skrifaði kvenbúninga á Íslandi sem birtist í Nýjum félagsriturum 1857. Vegna þess að hann kom til landsins og nú þetta er tilgáta. Passið ykkur nú. En hann skrifar í þessari grein: hér er ekkert að sjá. Við eigum hvorki fornar hallir né glæsi klædda menn. Og svo framvegis. Og vonbrigðin eru ljós. Hann kemur til landsins með penslasettið og málinguna og teikniblokkirnar og allt saman og lendir í Flatey og rýkur inn í einhvern fjörð eða einhvern fjandann. Og hvar er fagurklædda fólkið? Hvar eru bændurnir að dansa? Nei, þetta er ekki Ítalía, afsakið. Svo takir hann eftir því hvað gerir hann. Í staðinn fyrir að lyppast niður, fara aftur til Hafnar, reyna aftur við medaljuna eða fara til Jótlands eða eitthvað. Nei, við skulum búa til kultúrin sem við þurfum. Hvar byrjar hann? Hann byrjar á konunum og búningunum. Þetta er það sem þarf, segir hann. Þetta er fyrsta skrefið. Til þess að hægt að kalla sig þjóð með einhverju reisn. Ef við ætlum að vera annað en boginn kuldastrá, segir hann,
þá þurfum við að sýna útlendingum sem koma hingað að við séum afkomendur norrænna höfðingja. Og þetta var lausnin. Til að byrja með. Og svo gerist nú eitt enn, og hér önnur ráðgáta sem pirrar mig alveg út úr skónum. Í seinni ferðinni, sem ég kallaði hálfu ferðina, og kemur hann aftur næsta sumar, af því nú hann búinn að átta sig, og nú kemur hann aftur, og nú ætlar hann að fara að gera eitthvað. Og hann fer að mála portréttmyndir, og hann safnar sér svolítið pening meðan hann á landinu. Og greinilega að ætla sér vetursetu í Kaupmannahöfn aftur, búinn að reyna ofmikið á þolinmæði og taugar fólks í sambandi við styrki. Menn eru hættir svona að vilja púka upp á hann. Hann kominn á 8. ár. Frændans að skrifa honum og segja, já, veistu, það eiga bara allir svolítið bátt núna, Siggi minn. Og veist, getum bara ekki gert þetta meira, sko. Og þannig hann búinn að safna sér nokkuð góðum pening. En hér skrifar hann til Guðbrandar að ýmsum þeim orsökum sem ég gat þig, við þig, held ég treysti mér ekki til að sigla. Okay. Við vitum ekkert hvað það var sem hann sagði Guðbrandi. Hins vegar vitum við það eftir hann deyr, að þá talað það að hann hafi lánað vini, og það sett í gæsalappirnar í greininni, 400 ríkisdali. Ríkisdali. Fyrir ekki, Sveitur voru að hjálpa mér með óperuröddina. Vinurinn sveik hann endurgreiðslu. Hann átti ekki fyrir ferðinni tilbaka. Gat ekki kríað hana út úr Skagfirðingum. Hann var fastur á landinu. En það tók hann nokkur ár að átta sig á því að hann væri alveg fastur. Þannig að hann svona settlast inn í þetta. Veturseta á Íslandi, allt í fína. Annað ár. Á 3. árinu þá fer maður að sjá það í bréfunum hjá honum að þetta svona, já, nei, ætli þetta sé bara ekki komið. Nú verður engin Ítalía. Það verður ekki einu sinni Kaupmannahöfn. Það verður Reykjavík. Og hann sagði nú eitt og annað Reykjavík. En hann fór að mála altaristöflur eins og við sáum þarna á þessari mynd og ég seti þetta nú bara svona inn vegna þess að Freyja hefur gaman að þessum hlutum. Ég hef lengi verið að mála altaristöflur og það aldeilis mekaníst, segir hann. Helvítis altaristöflur. Ekki borga sig hafa mikið við það. Ég verð fyrst og fremst að bjarga lífinu mínu. Hann bara í listamanns harkinu. Hann þarf að gera portréttmyndirnar. Hann að verða búinn með spísborgarana. Svo nú bara að raða sér á kirkjurnar. Það engin annar. Það engin samkeppni. En það að fá kúnana. Ég líti á það lítilsverið frá skárin áður og svo kemur þetta dásamlega hér. Mér liggur við að hlæja stundum þegar ég sit fyrir framan þessar kristamyndir sem reyndar fjærst mínu skapi að mála völlu þegar ég hugsa að Íslendingar skulu nú fyrst vera að fara að skinna sig upp með altaristöflur þegar kristna trúin virðist að fara á hausinn. Þetta Siggi. En Reykjavíkin sem hann var komin í var að skiptast í 2 heima, var kannski búinn að skiptast í 2 heima. Fyrir ekki. Það var annars vegar voru við með það sem að hann og kvöldfélagsvinir hans kölluðu það hálfdönsku spísborgarana sem gátu verið danir eða eitthvað annað en allavega héldu upp í dönskum kultúr og aðlöguðu sig að dönskum klæðaháttum, matarvenjum, tónlist, þið nefnið það. Á hinn bóginn var það þjóðlegi kanturinn, kona, frænka og dóttir Jóns ritstjóra þarna til dæmis, forseta Alþingis. Og hvort viljum við? Hvor menningin átti að verða ofan á? Var núna spurningin. Og það sem Sigurður áttar sig á að hann hefur tækin til að vinna í þessu vandamáli. Hann getur búið til kultúrin sem þarf til.
og það drifið í að koma þessum búningum upp, ekki bara fyrir sjónir landsmanna, heldur fyrir blessaða útlendingana sem eru farnir að mæta með myndavélar. Og þær eru drifnar í búningana og út í kálgarð og teknar myndir. Og það sem að gerast hér hreinlega menningarleg, pólitísk áróðurs herferð. Það verið að sýna þessum útlendingum og það verið að sýna þessum hálfdönsku að við eigum þetta. Þetta erum við. Ekki bognir sem kuldastrá. Nú eigum við eitthvað að sýna. Og það dálítið merkilegt þegar að Geir Sóeka fer að senda fólki fyrir skipulegar rúntferðir landið, að þá verða búningasýningar alltaf hluti af stoppinu. Og það svona ákveðin rútína, ákveðin bæir sem að leiðangrarnir fara í. Og það greinilegt af ferðabókum sem að lesa á þessum tíma, að það bara, það eru komnir gestir og það bara, Gunnar, farðu í búninginn. Þeir eru komnir. Og svo komið í búninginn og það búningasýning. Stundum koma þær sína búninginn og hverfa. Stundum koma þær og sína búninginn og eru svo að spjalla eða bera fram mat. En búningasýningin verður hluti af kultúrnum. Og byrjar hér. Og þessi tvíhyggja í tískumálum verður talsvert stór hluti af umræðinni. Hér móðir og dóttir og það gat verið svolítið þá víxl. Og það meira að segja til ágætt bréf og því miður þá ætti ég náttúrulega að hafa þetta hérna uppi og það stólið með nafnið á konunni. En það til ágætt bréf til Sigurðar frá konu að norðan, þar sem hún biður hann búningatekningar og munstur og snið og segist ætla nú að fara í óhræsi Sigurðar búningin. Frekar en þann danska, því það það sem við þurfum. Hann ætlar að sætta sig þetta. Og það alveg dásamlegt. Og það ganga bréfaskriftir milli Sigurðar og Jón Sigurðssonar í Kaupmannahöfn hversu mikilvægt átak þetta að gera sýnilega menninguna og að konurnar skuli vera í fararbroddi stórt og mikið mál. Þær bera fjöregg þjóðarinnar. Og skyndilega fara skissubækur Sigurðar og munstur allt í einu að tengjast svolítið. Maður fer að átta sig á því hvað þetta allt saman Hvað hann að æfa sig í hérna? Hvað að gerast? Af hverju þessar teikningar af forngrískum og rómverskum höfuðfötum og munstrum úr Bísans og Grikklandi og þessi klassikismi akademíunar að koma hérna inn sterkur aftur. Við sjáum grísk munstur hérna á pilsunum. Við sjáum bísönsk munstur hér í fremstu röð. Og þessi munstur sem hann hafði lært í Kaupmannahöfn, ekki bara að teikna heldur að búa til og sögulegu merkingu þeirra og menningarlegt mikilvægi þeirra. Hann að koma klassískri menningu inn í þá íslensku. Og hvar gerir hann það? Hann gerir það í klæðnaðinum. Séni, myndi ég segja. Og ég get sýnt ykkur 100 svona myndir, en hann fer að mennta þjóðina eins og hann segir. Og hópurinn hans, kunningjahópurinn þarna niður í Aðalstrætinu og í kringum miðbæinn, þeir búa til félag til að lyfta andanum sem upphaflega kallaði leikfélag andans. Leikfélag meinandi fleira heldur en við þekkjum það sem í dag. Það íþróttatenging hérna líka og fleira. Og þarna byrja þeir, þetta kallafélag,
en það er hópur af konum í kringum þá sem seinna fara að mynda kvenfélög, Thorvaldsensfélagið og fleira verða til upp úr þessum hópi. Og þarna er farið að hittast reglulega til að ræða eitt og annað og umræðurnar farið að verða mjög alvarlegar, pólitískar og jafnvel pínlítið hættulegar stundum. Eitt þema nokkrum árum seinna, þá skildi rædd spurningin hvaðan er helst von á kommunistum hér á landi. Ég vil taka það fram að fundargerðin það kvöldið var ekki skrifuð. Nefni það bara svona. En þeir byrjuðu á því að kalla þetta leikfélag andans, þeir breyttist fljótlega í kvöldfélagið, þeir byrjuðu á því að nota dulnefni. Fundargerðir voru með dulnefnum og það er dálítið merkilegt að tveir félagsmanna völdu til dæmis dulnefnin Danton og Robespierre, frægir franskir byltingarmenn. Sigurður hins vegar valdi sér nafnið Lýsingur. Ég bið tilgátur. En hann fór sem sagt út í það að verða hönnuður þjóðar ímyndar, svo ég tali nú á síð 20. aldar tungumáli. Og velkomin til fundarins í dag. Og við sjáum að þessi hönnun Sigurðar, ef við viljum tala hana sem slíka, er orðin svo njörfuð inn í ímynd þjóðarinnar að hún bókstaflega er ímynd þjóðarinnar. Og að því marki meira segja, og það er nemi í háskólanum sem er nýlega klárað mjög skemmtilega stúdíu á þessu, að þessar ímyndir hafa runnið saman. Búningurinn, fjallkonan, þjóðarímyndin, það er talað þetta í einni andrá. Og það er svolítið skemmtileg staðreynd að við sjáum ekki munin lengur. Þetta er svo djúpt komið. Fallegt að safninu að hafa undirleik. Sérstaklega á þessari stundu. Vel gert. Ég ætla að panta þetta í framtíðinni. Engin fyrirlestur nema sé undirleikur. En ég vil bara rétt svona undirstrika þetta með konurnar. Hér er eitt af þessum bréfum sem ég nefndi að hann talar dans í skólanum og þetta er þegar kyrtillinn er að koma inn. Skautbúningurinn, eða Sigurðarbúningurinn eins og var ennþá kallaður, þótti þungur og full heitur og jafnvel í þá daga líka og svo litið dýr. Erfitt fyrir ungar konur að vera í þessu og sérstaklega ef það ætti að vera á dansleikjum. Þannig að kyrtillinn verður til og er hannaður í samstarfi við hópa af þessum ungu konum, Þóru biskups og fleiri, sem að voru að svona rótera í kringum þessar aðgerðir allar. Og þarna sjáu þið þetta til dæmis, þarna lýsir hann búningnum fyrir Jóni og bendir á að þá hafa saman silfrið og allt saman og svona gæti maður smám saman smeygt inn fornu búningunum með lagi, segir hann. Laumum þessu inn, gerum þetta dansbúning. Svo þeir eru komnar í hann. Ég heyri undir væng hjá dansklunduðu drósunum hér í bænum að þeim þykir þetta eins konar óhæfa og gamla sérviskan úr mér. Og svo er uppáhaldssetningin mín í öllum Sigurðarbréfunum. Og svo ég býst við að ef af þessu verður að það dansk-íslenska og íslenska kvenfólk lendi í stríði út úr þessu. Hann er að egna til menningar styrjaldar með fatnaði. Og hann veit það. Og hann er að benda Jóni á það. Þetta er baráttu tæknin. Nú, bara svona ganni að því vorum að tala munstur. Eftir hann deyr þá er þetta gefið út og þannig eru þessir uppdrættir allir til og hægt að nota þá og bísanskir og svolítið skemmtilegt að líta á það þannig, ég var að tala þetta upp í Reykholti daginn, að hann velur að skilgreina þetta sem grískt og bísanskt.
Það bísanska segir hann meira að segja þarna í textanum að þetta sé búið að vera á Íslandi í mörg 100 ár, en hann velur að kalla það ekki íslenskt. Takk eftir því. Þannig er þessi tenging sem ég nefndi áður. Hann er að innlima klassísku menninguna inn í þá íslensku, kannski með pínulítilli slægð, eins og hann ætlaði að koma fornmenningunni inn hjá ungu íslensku stúlkonum með því að leyfa þeim að vinna með sér í að búa til dansbúning. Þær gerðu jafn mikið í kirkjunum eins og hann, vel að merkja, og kannski meira, alveg eins og frænkans fyrir norðan var kannski meiri instrument í því að búa til skautbúningin en var oft og er oft talað um. En þannig er hann alveg laumað þessu inn. Og bísensku munstrin líka öll til. Mér langar líka bara að sýna, hann var nú ekki bara í búningamálunum, hann er líka ennþá að listamennskast og mála og teikna og hann er að gera verkefni fyrir Breta sem er að gefa út bækur. Og Freyja nefndi nú arkitektúrinn sem hann er að skálda upp þarna pínlítið. En þá minni ég á það að hann var líka að læra svona undirliggjandi prinsíp arkitekta í Danmörku og þessi sviðsetning menningar felst í því líka að upphefja fornöldina af þessu tagi, að því hann er farin að sjá það að þetta sé allt saman leikhús. Og aftur hluti sem vantar í fundargerð kvöldfélagsins er umræðan spurninguna, er þetta ekki allt saman narraskapur? En það ekki eftir því að þegar það er komið þarna undir 1873, þá er þetta orðið markmið kvöldfélagsins að mennta þjóðina í öllum listum. Ekki bara klæðnaði, heldur tónlist, sviðslistum, söng, skáldskap, tabló, setja upp lifandi myndir á sviði, svo fólk myndi þekkja fornhetjur úr sögunum. Mjög vinsælt í Kaupmannahöfn snemma á 19. öldinni og endurvakið árinu áður en að Siggi endanlega kom til Íslands. Og þessi tabló allt í einu komin aftur í tísku í Köpen. Nú að lokum þá langar mig að benda á það að Siggi var líka andófsmaður. Og það er nú farið að skína í gegn pínlítið í þessu byltingarstríði. En hann var farin að verða dálítið hvass. Og þessi tískustríð kvennanna, hann var líka að tala um það í sambandi við tómthúsmenn, hann var að tala um það við bændur, hann var að tala um skrílinn í Reykjavík, hvort það ætti að nýta sér hann á að virkja pöpulinn í það að umbylta þessum fiðruðu spjátrungum. Látum skrílinn vera kött sem er að krækja slíka konunglega gullfiska upp úr vatnsskál. Danton og Robespierre, einhver? Suma étur hann, hinu lætur hann drepast að sjálfu sér, öðrum er vá fyrir dyrum, þá einum er innum komið. Hann er ekki að grínast. Þetta er ekki grín. Og ef einhver er ennþá kannski að hugsa að þetta sé bara narraskapur, þá bendi ég á Aldarhroll, sem var ljóð sem hann, eða kvæðabálkur sem hann samdi undir dulnefni og gekk manna á milli og var að gera landshöfðingja og aðra brjálaða á Íslandi. Þarna eru lokin á fyrsta hlutanum á Aldarhrolli. Þarna kemur fölnaða stráið aftur sem hann hafði kvartað yfir áður. Og svarti fáninn var svolítið skemmtilegur. Að þegar Hilmar Finnsen tekur við sem landshöfðingi á Íslandi, ég vona ég sé fara rétt með núna, allt í einu, Terry, þú hendir einhver í mig ef þetta er rétt hjá mér, var það daginn eftir hann tók við embætti sem að fáninn birtist? Fljótlega eftir hann tók við embætti, skulum við segja, þá hékk svartur fáni á flaggstönginni fyrir utan bústað Hilmars.
og á hvolfi á fánanum, öfugt, var skrifað niður með landshöfðingjan. Hver skyldi nú hafa gert þetta? En það voru nefnilega Siggi og Jón Ólafsson. Og við vitum að það var Siggi vegna þess að Guðrún Borgfjörð, sem var dóttir lögreglumanns Reykjavíkur, hafði það eftir föður sínum. Og það vildi nú svo til að Fógiti, nei, hann var ekki Fógiti, pabbina Guðrúnar, hann var líka kvöldfélagsmaður. Þannig að Hilmar var ekki kátur með þetta. Og það kom að því að það kom svo litið tilbaka þegar að Sigurður var búinn að vinna í því að búa til þjóðhátíð á Þingvöllum eða annars 1874 að þá vann hann að skreytingu, hann og Sigfús Eymundsson voru svona fremst í því og kostuðu mikið til og þegar að konungur sér þetta allt saman á Þingvöllum þá spyr hann Hilmar Finnsson hvort það ekki að verðlauna þennan mann, þennan listamann sem gerir þetta allt saman. Hilmar sagðist nú halda hana. Það er til ýmsar útgáfur af því sem Hilmar sagði en svona innihaldið nokkurn veginn hann hefur ekkert gert til eiga hraðskilið. Nú, síðasta bréfið sem að Siggi skrifar til Jóns er í miðri hátíðar undirbúningi og hann segir það lagðist í mig illa vetrarkuldin og eldi við að leysið í haust. Hann er búinn að vera að skrifa Jóni þetta, þessi eldi við að laust og það er öllum skítkalt í Reykjavík. Og ég fengi að kenna á því. Ég einskis fær og gegn kulsa og hamingi má vita að ég verð jafn góður. Hann varð aldrei jafn góður. Hann hélt áfram að veikjast, varð nánast til farlama, gat ekki gengið óstuddur og endaði með því að Guðrún Borgfjörð studdi hann út aðalstrætið að bana beðinu þar sem hann var þar til hann dó. Ég lét núverandi sóttvarnarlækni Íslands líta á sjúkdómseinkennin. Guðrún systir mín. Hún greindi hann með allt of langt gengna lungnabólgu. Lungnabólgu af því tagi sem sést ekki lengur í löndum þar sem er hægt að beita lyfjum á slíka hluti. Og þetta dró hann til dauða og síðan verður til alls konar ímyndasköpun upp úr því. Þorgeir Þorgeirsson skrifar ágæta grein það hvernig Sigurður var gerður að fátækum aumum listamannsræfli. Hann var það ekkert. Þorgeir gerði ósköp einfaldan hlut, hann fór og leita á dánarbúið. Siggi átti svolítinn pening. Hann átti áhald, hann var með ríkisdali í skúfu. Hann var bóhem, en hann vissi ekkert hvað það var. Þeir vissi ekkert hvernig það átti að díla við þennan mann. Og samanskapi, af hverju giftist Sigurður aldrei? Hann var ekki giftingar hæfur. Hann passaði ekki inn í þjóðfélagið. Hann gat ekki verið giftur einhverju af þessum dætrum sem voru þarna allt í kringum þá. Ekki gat hann farið að biðja Þóru biskups. Hann passaði ekki. Þannig að endaði hér. Undir látlausum snotrum steini, eins og sagt var, þegar hann var settur upp. Danskur steinhöggvari skar eðið vitlaust út, setti strikið í bogann á díðinu. Steinn Steinar sagði eitthvað það, held ég, eða eitthvað þessa hluti. Þannig er jú lífið ok, sagði hann. En mér langar að segja ykkur núna, úr því ég byrjaði á blaðarúndinum, þá ætla ég að klára þetta svona. Það er komin þó nokkur ár síðan ég gekk rúnd bæinn með tvíburunum mínum. Við fórum eiginlega blaðarúndin öfugt. Við byrjum hérna við safnið
og ég kemst við. Ég átti ekki von á því, fyrirgefðu. Átti ekki von á því. Allavega, við byrjum hérna við safnið. Við gengum að leiði Sigurðar, sem var jafn ólæsilegt og látlaust þá. Fórum við í Aðalstræti, þar sem hann starfaði og þar sem hann lést. Við fórum yfir Austurvöll, þar sem að skautbúningi og öðrum búningum gjarnan skartað. Við fórum þaðan upp á Arnarhól og nikkuðum til Ingólfsstyttunnar sem var mikið rædd á kvöldfélagsfundum. Við gengum síðan fram hjá Þjóðleikhúsinu sem Sigurður allavega gróður setti á einhvern hátt og þar sem ég fekk nú að sjá Smalastúlkuna hérna árið. Við gengum síðan upp Skólavörðuholtið þar sem hann hafði sett vörðu glæsilega þar. Synd hún skildi ekki vera ennþá þar. Gengum svo niður sömuleiðis, stoppuðum aðeins á mokka, hafði ekkert að gera með sigga en bara svona bóheimastælar. En síðan héldum við áfram niður að Tjörn sem Sigurður vildi gera að miðborg upprennandi höfuðborgar, að miðpunkti upprennandi höfuðborgar og gengum svo með fram Tjörninni aftur hingað upp að safninu. Ég að leggja til að þið gera þetta. Og meðan þið gera þetta, spáði ég þetta aðeins. Hann allt kring hérna í miðbænum. Það ekki undan komið auðið fyrir þessum manni sem liggur þarna undir þessum steini. Ég bið ykkur með huglega það núna þegar hann búinn að liggja þarna í 150 ár. Hvort það sé kannski komin tími til að átta okkur á því hvað hann gerði og hver hann var og ekki bara leyfa brjálæðingunum í safninu að njóta þess að vera upprifin og með dellu. Segjum það gott. Já. Já. Nú skulum við sína þessa mynd, þetta er frábært. Og ekki síst þegar búið strætismann, þetta greinilega hann. Já, mjög, veistu hvað, hann kann á tæknum. Engan panik, nei. Gaman að sjá ykkur hér í dag, náttúrulega svo margt fólk, hvað Siggi þetta gaman að því að vera hér, og ekki síst að sjá ykkur svona. Já, segja það. Já. Ok, hérna ertu. Já, hann hér með okkur í anda, held ég. Og staklega gaman líka að sjá Svein hér, Svein Ingvar sem var með okkur í þessu verkefni. Og ég mæli með því að þið kíkja á bókin til fáanleg hér í búðinni. Og líka gaman að kíkja á vefsíðuna sem settum saman. Þar skissubækur hans og myndir drauma hans Reykjavík. Og Reykjavík eins og við sjáum hér náttúrulega. Siggi hann faðir Þjóðleikhússins, má kalla hann Þjóðleikhússins, faðir Þjóðminjasafns, faðir þjóðbúninga, Laugardals, útivistarsvæði á Laugardalnum, þetta Siggi. Hann drauma þar að hafa alls konar gríska styttur þar út allt. Líka hugmyndir Hítabed. Siggi aftur, hann gerir mynd af laugar hér í Reykjavík og hvernig á að nota það. Og líka eins og þá var að heyra turnin upp á eftir Skólavörðuholti og líka stiklan af Ingólfi. Og maður sem, eins og Karl verið að segja, 1874 hann skríðandi milli húsa. Venda strax að við viljum fá styttu af manninum hér í Reykjavík. Hann karlmaður en samt fyrir konur að gera eitthvað þetta. Við viljum ekki fá mynd af honum þar sem hann stendur svona. Heldur við viljum fá mynd af Sigga hallandi upp að veggi þarna á Aðalstræti, stara á Morgunbladshúsið með svona og leyfa þá nemendum í háskólanum eins og gerist í öðrum löndum þeim að koma með sokka og vettlinga fyrir hann.
eins og konur voru að gera þegar hann var á lífi. Hann var náttúrulega ekki prjónar sjálfur, hann fékk vettlinga reglulega og flera frá konunum. Þannig að við leifum nemendur í háskólanum sem, hann var að hugsa alltaf unga fólkið, nemendur í háskólanum að klæða aðeins. Hvað finnst ykkur þetta? Fínt. Það gengur ekki fyrir okkur kalla að fara út í borgarstjórn. Konurnar þurfa að gera það. Sem er verið að kvart allt of margar styttur af karlmönnum hér í bænum. En Siggi er Siggi, ekki. Þannig að ég ætla að labba aðeins með ykkur safnið á eftir. En það sem ég vildi gera er að lesa fyrst hugveikju sem hann skrifar í Þjóðólfi apríl 1862 sem er bara 4 ár eftir hann kemur aftur til landsins. Bara 4 ár. Þetta er eitt ár eftir þið sjáum myndina þarna Bergþórskóli sem hann, eins og hann sá þetta. Svona var það 1861. En sem sögumálari af hverju gerir hann mynda þessu tagi vegna þess að fornleifar ekki til á þessum tímum. Þannig að hann er faðir fornleifafræði hér á landi. Og þannig að útlendingunum ætla að lesa þetta, en samt mjög gaman að heyra hvernig hann tala. Ég vildi fá Þröstur Leo til að lesa þetta. Hann lítur út eins og Siggi, þannig að við kannski leikrit eða kvikmyndum Sigga með Þröstur Leo. Fínt. Ok, þetta er cirka 2 síður. Oss er öllum kunnugt að meðal Íslendinga hafa margar aldir verið ýmsir fræðimenn og forvísavinir sem hafa elskað fornsögur vorar og fornrit og sem hafa safnað þeim með álúð og leitast við að útskýra þau á margan hátt. Þetta er í alla staði hrósvert en hefur verið takmarkað. Það sætir undrum hvað þessir menn hafa samt verið misvitrir og einstrengingslegir því svo lítur út sem þeim hafa alla jafna fundist þessi sín einstrengingslega aðferð nægileg fyrir land og lið en því fer fjarri. Til þess að við skiljum þó þjóðerni vort og sögn landsins bæði fornu og nýju og til þess að við skiljum fornsögurnar þarf langt meira en menn hafa hugsað og vil ég fyrst telja sem eitt af því nauðsynlegasta þjóðlegt forngripasafn. Í því ætti menn að safna öllum þeim vopnum sem til eru og sem hér eftir finnast í jörðu, öllum leifum af fornu byggingum, stólum, súlum, útskotnum sílum, skápum, kistum, örkum, bílum, etc., hestbúnaði, verkfærum, búningi, skrauti, húsbúnaði, veggjartjöldum, klæðnaði, myndum, merkramanna, málverkum, etc. Og það er spáminn, en engi vissa, að margir munu segja sem heyra þetta að þessi ætlun sé byggð í loftinu og sé hrein vitleysa. Því engin forngripir séu til hér í landi og þess vegna sé ekki hægt að taka það sem ekki er til. En eftir þess kæmi að einhver sagði þetta sem ég vona skal ég geta sannað með skýrum rökum að þetta er alveg rangt. Því að hefi grennslast eftir þeim þessu allt land í mörg ár en þó með minna afli en skildi en þótt svo væri að nokkur lítið væri til af fornsögum hér á landi. Þá sem þeir fáu sem eftir eru þess dýrmættari fyrir oss enda er það Íslendingum sjálfum að kenna að svo lítið er til af þess konar og þeirra fráleitu og hirðulausu meðferð á öllu sem til hefur verið og fundist hefur. Og ég vil fyrst sinn spara mönnum þá mæðu að lesa upp allt það syndaregistur sem ég hef því viðkomandi. Aðrir kunna segja, við getum vel skemmt okkur með sögurnar þó að við vitum ekki hvernig þau vopn hafa verið sem þar er getið og eins þó við ekki vitum hvernig þeirra húskinni hafa verið í hátt eins og við sáum áður, eða hvernig þeir voru klæddir og hesta þeirra, eða hvers konar skip þeir höfðu. Og vona samt að það verði alveg undantekningar ef nokkur vil kannast við að hann hugsi svo, því það væri alveg óhafandi og á móti öllum framförnum þessa tíma. Og ég vil leyfa mér að spyrja góðum menn, hvernig ætti sögumálari
að mála viðburðir úr okkar fornsögum. Ef hann hefði enga hugmynd búninga, vopn, húsakynni og skip fornmanna. Því allir vita að þeir gengu ekki naktir og þó að allir söguviðburðir urðu að skea á sjó eða landi inn í húsum eða undir opnum himni en ekki upp í himninum. Til þess að geta þetta þurfa menn einmitt forngripasafn. Sömu þekkingu þurfa og myndasmiðirnir myndu ekki fara líkt fyrir þeim sem vildu búa til Rómverja úr sögunum eða til miðöld Íslands. Hann þarf strangt tekið til að hafa sömu þekkingu og hinir og eins episku skáldin en ekki þarf dramatiska skáldið hvað síst að þekkja þess konar og þeir sem hjálpa honum til að skáldskapur þess kona og þeir sem hjálpa honum til að hans skáldskapur verði rétt sýndir á senu með hæfilegum útbúrning ef það á ekki alltaf verða hlægilegt og ósamkynja og mun geta tiltýnt fleira sem mega vara sig á of mikilli vanþekkingu í þeim efnum. Og það mun því vera óhægt að fullyrða að forngripasafn sé eins nauðsynlegt fyrir flesta skáldskapartegundir og allar fagara listir sem bókasafn nauðsynlegt fyrir almenn vísindi. Sumir munu segja að menn skorti húsakynni fyrir þess konar safn, en varla mun þurfa að kvíða því fyrstum sinnu ef vilin annars nokkur. En það einasta sanna og varasama í þessu máli það að penningana vantar. En það verður samt einungis ískyggilegt og mikið í augum þeirra sem efast ef við séum þjóð og sem leið efast að við hafum nokkra stjórn. Og ég vil spyrja alla góða menn og Íslendinga hvað á þetta hirðuleysi lengi að ganga? Eiga menn endilega streitast við að fleygja öllu út úr landinu sem í nokkru nýtt áður að eyðileggja það í landinu sjálfur af tómu hirðuleysi. Víti menn, skinnbækurnar allar farnar sína leið og svo rækilega að enginn að gagni eftir í sjálfum höfuðstað landsins til að sýna útlendum ferðamanni, eins og Kalli var að tala áður, hvernig það lítur út, sem hefur komið hingað langan veg til að sjá að minnstakosti 100 af okkar frægu fornsögum. Þetta sómasamlegt? Eigum við nú að sörla því þar ofan að senda burt úr landinu eða eyðileggja með alla forngripi og formenjar svo að menn verður í öllum greinum að fara til annarra landa ef menn vilja skilja sögur landsins og fornsögur vorar. Með kynróða megum við sjá daglega að við nær því eftir 100 ár eftir lát Eggerts Ólafssonar stundum að mestu á sama kæruleysisstig og höfum við engan veginn enn hrundið af oss ákæru þess fræga skálds hann hvað þjálga eins og drumba ætliga suma menn með þrái þumba hvertum skadans en gott ei vilja nokkuð nýtt glópskan þykir gamla best gleymt ég forna nýtt. Við nú líklega komnir á það síðustu og hættulegastu takmark sem orðið getur. Því útlendir ferðamenn komi hingað hrönnum saman og láta greipa sópu allar þær formenjar þeir fá hönd á fest. Svo við verðum nú að hugsa annarkvort af eða á, bæði í þessu og öðru og ef við viljum vera þjóð þá verðum við að hugsa það hvað einni þjóð sæmir að við getum lifað með sæmd sem þjóð að öðrum kosti verðum við að deyja með skömm. Sigurður Guðmundsson. Hér maður okkar, þannig að hugmyndin þá að labba aðeins safnið og stoppa bara hér og þar. Áður en við förum, ég ætla bara að renna yfir og sýna aðeins hvernig safnið var. Hvernig á ég að gera það? Kalli, sýndu mér. Næsta mynd. Það sýna ykkur aðeins efnið sem var til í safninu. Safnið að leita að tæknimanni? Já, hvað stíð á? Kalli. Hvað stíð á? Já, bara þetta, ok. Ja, fínt, hér greinin
Og svo næst, ekki ít á skjá, hvað ég við? Hægri örin, hér. Jep, ok. Gaman að þessi, við minnum staðeins á Matthías Jochumsson á eftir og tengs hann Sigga við leikritun. Það var í 1860, við vorum að heyra að Siggi var að gista hjá ýmsum mönnum í Danmörku. 1860, aðalstræti 7, þá var hann í herbergi með Matthíasi og Jóni Árnasyni. Jón var að safna þjóðsögurnar og Matthías var að skrifa þjóðhátíðarlagið og Siggi var náttúrulega að hugsa þjóðbúningar og þjóðleikhús og fleira og bara hugsa þessi menn saman í herbergi. Það voru kvarta það var ekki mikið pláss, það var fullt af blöðum út allt. En við höfum lýst þá sem bara Crosby, Stills and Nash Íslendingar á þessum árum, þetta gaman. En ok, safnið, það var ekki mikið pláss, fengu bara efst hér í Dómkirkjunni og við vitum ekki nákvæmlega þetta leit út, en það sem eins og Sigurjón Baldur Hafsteinsson lýsir í kafla hans í bókinni hér, svona sá Siggi þetta fyrst. Og hann greinilega að fá hugmyndir frá þjóðminjasafni þarna í Danmörku tímabil, að skipta efnið upp í tímabilum og þá byrja hann á steinöld, ég veit ekki hvaða gripir hann hefur fundið hér, allavega. Og þá 1874 sem til cirka kristnitöku, áfram og svo áfram og einhverju skápar líka býr hann til að setja gripi í. Hvers konar gripir? Til dæmis þetta sem við munum sjá þegar við förum upp á næsta hæð. Elstu gripir, eða ekki sem hann fengi bara í gjöf, þá eru taplmenn og þessi mynd hér sem þið munum sjá eftir. Áfram ásamt stokkgjöf Helga Sigurðssonar. Já. Þeim fannst þetta bara svo merkilegt eiginlega að þetta var sett. Einmitt. Þannig þeir fengu peninga Já, einmitt. Fengu peninga loksins 1863 og það var Jón Árnason og Siggi sem taka við. En náttúrulega Sigurður sem að safna saman gripir. Og draumurinn var að fara landið þar sem, með Jóni, þar sem Jón myndi safna þá þjóðsögur og Siggi myndi safna þá gripir. En það fengu aldrei peninga til þess, náttúrulega Sigurður Guðmundsson. Þannig að hér eru gripir sem greinilega voru til í safninu sem við munum sjá eftir, sumt af þeim. En það sýnir mjög vel áhugamál hans, útskurð til að byrja með, eins og við sjáum hér. Hér altaristein frá úr marmara, gildur kross úr tré, elsta kross, beislu leðurefni, bref Jóns Arasonar og þessi mynd hér sem við munum sjá eftir uppi og oljumyndir. Þannig að hann að reyna að finna gamla gripir en tekur líka efni frá cirka 1800-1850, málverk og kvenhempa sem við munum sjá uppi á eftir og Kalli myndi segja frá, líka skarðhús og líka uppi og spaðahús, útsaum og dúkur hér, stól sem við munum sjá líka uppi á leiðinni fram hjá, líka þessi rúmstokkur. Langspil, tónlist, trafakefli, útskorin fjöl, mannlíkanir og svo framvegis hér, bara renni gegnum þetta. Þannig að Fólkgrippasafnið var fyrst þá í háa lofti og þá í tukthúsið í Skólavörðustíg, næst í Alþingishúsið, oftast þar upp í lofti, húsið Landsbanka Íslands, ris Landsbókasafnsins á Hverfisgötu og þá 1844 Alþingi kveður reisa safnið eigið hús. Flutt 1850, sama ár og Þjóðleikhús kemur þá í notkun. Þannig allt að verða til loksins með sjálfstæði Íslendinga. Og hvernig leit safnið út? Það einstaklega sem við vitum, þetta er 1883 og bara fullt af möblum, bara út allt, hrúga af möblum. Náttúrulega ekki mikið pláss. Og hér mynd af Sigurði Vigfússyni sem hafði greinilega gaman af því að klæða hann sig upp í vikingabúningum. Og hér hann að búa til svona öndvegissúlur eða eitthvað og sætti. Og svona var safnið þá 1800
1907 en samskona möblur gerir ég ráð fyrir. Ok, við ætlum að labba út aðeins núna og stoppum með leiktjald sem eftirlíking af leiktjaldi. Við sjáum upprunalega leiktjald upp á 3. hæð og eftir. Þeir sem eru í hjólastólum kannski langbest að fara upp í lyftu og við hittum ykkur þá upp á 3. hæð. En annars munum við bara labba hér og stoppum við leiktjaldi hér fyrir utan. Takk fyrir mig.